Góðan dag. Í þessu myndbroti ætla ég að sýna hvernig þið skráið ykkur í fyrsta sinn inn á síðun ykkar og skiptið lykilorð. Þið farið inn á students.weebly.com og þá skráið þið inn username sem þið eru búin að fá og ég er með Arnar 7R og lykilorðið er Kársnes eins og þið fenguð öll. Og logga inn. Þá kem ég hér. Þá fæ ég þessa spurningu hérna, choose your website domain. Þannig ég þarf að velja eitthvað nafn á síðuna. Þetta er vefslóðin eins og til dæmis mbl.is. Þetta er vefslóðin sem að síðan ykkar finnst inn á. Að því við erum að gera þjóðgarðinn núna, síðu, þannig að þá geta ekki allir heitið þjóðgarðurinn.weebly.com. Þannig að þið ætlið að setja upphafsstafinn ykkar og 1, 2, 3, 4 fyrir aftan. Þannig að ég var með nemanda sem heitir Arnar Guðmundsson og þá skrifa ég AG 1, 2, 3, 4. Það er einhver sem á það, þannig að það kemur taken hérna, þá get ég ekki gert það. Þannig þá ætla ég að pröfa að gera Arnar G og 1, 2, 3, 4. Það er til, þannig að þá ætla ég bara að taka það. Þá ger ég continue. Þá er þetta síðan mín. Þá er hér kemur svona stutt hérna vídeo með leiðbeiningum hvernig Weebly virkar. Það getur verið gott að skoða það. Ég ætla ekki að gera það í þessu myndbandi. Ég exa bara hér út og byrja. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig þið skiptið lykilorð. Við ætlum að byrja á því að þannig að þið eru ekki öll með sama lykilorði. Þá förum við hér hægra megin, hérna þar sem eru 3 strik, ítið á og gerir exit editor. Þá erum við komin hérna inn í síðuna. Þá fer ég velja hér account settings, bláa takkan, change your password. Fer hér og breyti passwordinu í það sem að þið, eitthvað einfalt sem þið eru vissum að þið muni. Sláið það hér inn. Passa ykkur bara að hafa það ekki á flóki, þannig þið gleymið ekki. Og save. Þá eru þið búin að breyta passwordinu. Og hérna hægra megin loggið ykkur át, eða sem sagt farið þið út úr, skráið ykkur út úr síðunni. Eða þið viljið halda áfram að vinna, þá farið þið hér í edit site. Og þá eru þið komin aftur inn í vinnsluna. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili. Takk.